Segðu mér þína sögu. Ég flytt til Akureyrar þegar ég 13 ára að fara að fermast og stuttu seinna kynnist ég manni sem ég vildi ég hefði bara aldrei kynnst og í kjölfarið vini hans sem nauðgaði mér þegar ég var 15 ára. Daginn eftir þá mæti ég í skólan og ég vissi í rauninni ekki hvað komið fyrir. Ég hélt að mér hefði nauðgað af því mér leið þannig. En þú veist, ég vildi ekki, það allir þessi efi sem gengur í gegnum vegna þess að þú vilt ekki trúa því að einhver myndi gera þetta. Þess vegna svo erfitt að koma í veg fyrir þetta vegna þess að maður allan tíman og það var bara hugarfarið, þetta ekki að gerast. Veist, og ég fer og tala við vinkonu mína og ég sagði við hana að ég held að mér hafi verið nauðgað. Ég breytist alveg strax og allir tóku eftir og strákarnir í bekknum mitt spurja vinkonu mína hvað að Sunnu, skilur, að því ég fór kannski bara að gráta í mig tíma eða og farin að haga mig rosalega skringilega og kennararnir tóku eftir því allt saman og mér fannst svo skrítið að það hafi ekki bara verið að tala við krakkana. Ég myndi vilja sjá það í dag í grunnskólum að ef það væri bara alltala mála eitthvað barn eða lenti í einhver svona að þeir eru bara að tala við eina krakkana. Hvernig þetta vera í kringum mig og sýna mér kannski einhvern stuðning. En þau forðuðust mig bara. Í skólaferðalaginu þá var sálfræðingurinn minn með í ferðinni og ég svaf ein. Ég var eina barni sem var ekki með einum öðrum. Það var ekki stuðningur. Hvernig leið þér þegar að þú fréttir að þú fengir ekki að kæra fyrir nauðgun? Það var stærsti ósigurinn. Það var eiginlega mest reiðin við það að fá nei, sem sagt vegna þessar nauðgunar sem að lét mig vilja halda áfram með þetta. Og líka ekki bara það að hann hefði ekki verið dæmdur fyrir það, heldur að ég fengi ekki einu sinni að fara með þetta fyrir dóm. Bara, þetta var ekki svona trúverðugt innan kerfisins. Ég fór og mætti til lögfræðing sem eins og hún sagði mér að það mjög ólíklegt að það myndi komast í gegn vegna þess að það heyrði mig enginn öskra. Það allavega víst að það auðvelt að vera nauðgar á Íslandi í dag. Þegar nauðgunarkæra Sunnu var felld niður, kærði hún gerendur sína fyrir samræði við barn undir lögaldri og þeir voru dæmdir í 18 og 20 mánaða fangelsi. Ég var rosalega fegin að það væri dæmt í einhverjum hluta af þessu máli vegna þess að það svo mikil uppgjöf alltaf að tala við þá sem hafa reynslu af þessu og þeir hafa næstuð allir sömu sögu að segja. Bara já, mitt mál fór reyndar ekki í gegn og það gefur ekki mikinn styrk til þeirra sem maður að hjálpa að heyra það endalaust alltaf að það sé reynslan. Hvernig það fyrir 14 ára stelpu að fara í réttarsal? Það var held ég erfiðasti hlutinn. Af því að þá fékk ég að heyra spurningarnar sem voru líka gegn minni frásögn. Þegar það var verið að rannsaka málið og ég fór og talaði við lögregluna, þá þurfti hann auðvitað að spyrja þeirra spurninga, en hann var rosalega nærgætinn sem ég lenti á og passaði sig alveg að virka ekkert, þú veist. Ég sá það alveg á honum og honum fannst óþægilegt að spyrja þessa spurninga. Og ég skildi það alveg, ég bjóst við því með hvernig orðsporið af þessu kerfi. En í dómsalnum þá fann ég ekki fyrir sama skilning. Það fannst mér bara allan tíman eins og það væri verið að efast frásögnina, spurja mig hvort ég hefi leitað í þetta og ég var náttúrulega bara barn og ég var reið og ég var sár og brotin niður og fulla gremju og allt þetta.